Umdeild mannúðarsamtök með tengsl við Ísrael hyggja enn á dreifingu nauðsynja á Gaza þrátt fyrir harða gagnrýni. Ísraels her drap minnst 54 í árásunum í nótt þar sem börn brunnu inni. Alþingi á eftir að afgreiða vel á annað 100 mál fyrir þinglok þegar aðeins örfáir þingfundardagar eru eftir af starfsáætlun. Líklegt er að þingið starfi langt fram á sumar. Meirihlutinn hefur kvartað undan málþófi. Rússar gerðu í nótt umfangsmestu drónaárásir sínar á Úkraínu frá því stríðið þar hófst. Bandaríkjaforseti er ósáttur við að Rússar drepi saklaust fólk og segir Pútín kolbrjálaðan. Engar eftirlitsmyndavélar eru á vinsælum ferðamannastöðum í miðborginni og því hafa verið settir upp svokallaðir varðturnar til að sporna við vasaþjófnaði. Fólki finnst þeir líti á borginni. Guðni T. H. Jóhannesson, fyrrverandi forseti Íslands, sinnir landvörslu á Þingvöllum í sumar. Hann mætir gjarnan í vinnuna árdags í ljóma og segir fyrri störf nýtast vel. Komiði sæl. Minnst 54 voru drepnir í 2 árásum Ísraelshers á Gaza í nótt. Herinn gerði loftárás á skóla í Gazaborg sem breytt hafði verið í neyðarskýli. Mikill eldur kom upp í húsinu þegar árásin var gerð og margir brunnu inni, þar á meðal börn. Herinn gerði einnig árásir á flóttamannabúðir í Jabalia í norðurhluta Gaza þar sem fjöldi fólks var drepinn. Dreifing hjálpargagna á að aukast á næstu misserum fyrir tilstillis samtaka sem mannúðarsamtök og Sameinuðu þjóðirnar hafa gagnrýnt harðlega. Á meðan eykst neyðin jafnt og þétt. بطالبوا رغيف خبز لاولادي، رغيف خبز اطعم اولادي، هذا ابسط امور الحياه، يعني رغيف خبز لما يابا بيناموا جعانين، بصحوا جعانين، لما يفطروا الساعه 1 الظهر. ايش بفطر؟ من وين بفطر؟ من التكيه. الساعه 1 الظهر بيطلع من الساعه 9 الصبح للساعه 1 الظهر، بعد اذان الظهر صحن عدس، كله عدس، صحن عدس، يعني اذا استمر الوضع هذا على حالتي يمكن اولادي يموتوا من الجوع. Að koma neyðaraðstoð til Gaza er oft ekki einfalt. Þótt allt Gaza sé minna en Reykjanesskaginn, að búa þarna 2 milljónir sem nær allar búa við skort. Ísraels her heimilar að nauðsynjar séu fluttar þessar 3 landamærastöðvar, en þegar nauðsynjar fara þær í gegn er verkinu langt í frá lokið. Leiðin að næstu þéttbýliskjörnum er mjög hættuleg vegna árása Ísraelshers og oft er vegum lokað skyndilega. Þá gera örvæntingarfullir íbúar oft áhlaup á bíla með tilheyrandi áhrifum á hjálparstarf. Framkvæmdastjóri matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna blæs á ásakanir Ísraela að Hamas-samtökin skipuleggi slík áhlaup. Your organization announced at least 15 of your trucks were looted when they entered southern Gaza en route to bakeries. Israel has consistently said that the looting is being carried out by Hamas. Have you seen evidence that it is Hamas stealing the food? No, not at all. Not in this round. Listen, these people are desperate and they see a World Food Program truck coming in and they run for it. This doesn't have anything to do with Hamas or any kind of organized crime or anything. It has simply to do with the fact these people are starving to death. Nýstofnuð samtök Gaza Humanitarian Foundation taka brátt yfir dreifingu hjálpargagna á Gaza. Samtökin eru studd af Ísrael og Sameinuðu þjóðirnar og helstu mannúðarsamtök segjast ekki ætla að starfa með þeim. Aðferðafræði samtakanna er mjög umdeild og forstjóri þeirra sagði af sér í dag, þar sem hann óttaðist að ekki væri hægt að sinna hjálparstarfi með æskilegum hætti vegna þrýstings frá Ísraelsher. Samtökin ætla að koma upp sérstökum dreifingarstöðum þaðan sem markmiðið er að koma nauðsynjum til allra íbúa. Það þykir falla vel að stefnu ísraelskra stjórnvalda brottflutning allra íbúa Gaza. Now, aid groups say that this approach will not work for them, that it violates humanitarian principles because it is going to essentially force people to move to the assistance, causing forcible displacement. There are a lot of questions swirling about how this group will operate as well as who is going to run it. Og hér var að berast ný frétt. Það var keyrt inn í hóp fólks í miðborg við Liverpool nú síðdegis. Fólki hafði safnað saman til að fagna sigri knattspyrnuliðsins Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Hallgrímur Indriðason, þú hefur fylgst með þessu. Já, vitum við eitthvað núna? Hvað gerðist?
Já, það var náttúrulega mikið að vera í Liverpool í dag. Það voru leikmennirnir voru í opinni rútu og voru hyltir af stuðningsmönnum og þannig að það voru þúsundir manna í miðborginni. Þessi rútuathöfn var reyndar afstæðin þegar þetta gerðist fyrir svona 2 tímum. Þá keyrði bíll inn í hóp fólks á götunni Water Street sem í miðborg Liverpool. Bíllinn stöðvast sem sagt í þvögunni og bílstjórinn handtekinn og það kom yfirlýsing það bara núna rétt áðan að sá handtekni 53 ára breskur ríkisborgari og búsettur í Liverpool og lögreglan vildi biðja fólk að draga ekki ályktanir af ástæðum fyrir því sem þarna gerðist. En það töluverður fjöldi fólks slasaður, það mikið af sjúkrabílum og það var ein sjúkraþyrla kölluð út, það mjög stórt svæði sem girt af. En það hefur ennþá ekkert verið staðfest fjöldaslasaðra eða hversu alvarlega þeir sem eru slasaðir eru slasaðir. Nú, Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann segir að það sem gerst hafi sé hryllilegt og að hugur hans sé hjá þeim slösuðu og aðstandendum þeirra og að hann sé upplýstur gang mála. En þetta svona það bil það sem við vitum á þessari stundu. En Hallgrímur, við vitum kannski eitthvað meira í fréttum okkar klukkan 10 og svo auðvitað jafnóðum á RÚV.is. Takk fyrir að koma hingað til okkar. Við ætlum að snúa okkur hins vegar núna að stjórnmálunum. Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Sósíalistaflokksins í Reykjavík, hætt sem pólitískur leiðtogi flokksins og hefur jafnframt ákveðið að segja sig frá trúnaðarstörfum í innra starfi hans. Þessu greinir Sanna frá á Facebook og segist taka ákvörðunina í ljósi aðdraganda að breytingum sem urðu á aðalfundi Sósíalistaflokksins helgina. Hún segist áfram verða skráð í flokkinn og muni beina öllum kröftum sínum að starfi sínu sem oddviti borgarstjórnarflokksins. Á aðalfundinum helgina náðu frambjóðendur úr grasrót flokksins völdum og hvorki Gunnar Smári Egilsson, stofnandi, né Sanna voru kosin í framkvæmdastjórn Sósíalistaflokksins. Sanna Magdalena verður gestur í Kastljósi í kvöld. Og við ætlum að halda okkur við pólitíkina. Það styttist í að þingið eigi að ljúka störfum samkvæmt starfsáætlun. Nú Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður, líklegt að þetta takist? Stutta svarið nei og í raun þarf ekki sérfræðing til að sjá að þessi áætlun í raun komin út í skurð. Það ekki nema 8 þingfundadagar eftir. Þessi vika fer að mestu í nefndastörf. Það helgidagar framöndan og svona og þetta hefur verið ansi hægur gangur. Við skulum bara byrja því að fara aðeins yfir stöðuna eins og hún núna. Af þeim 124 frumvörpum sem hafa verið lögð fram, þá hafa 12 orðið að lögum, 2 núna síðast á 7. tímanum. 42 mál bíða eftir að vera tekin á dagskrá, 52 mál eru í nefnd og eiga eftir að komast til annar umræðu. 11 til viðbótar hafa verið afgreidd úr nefnd og bíða eftir að komast á gólfið og svo bíða 5 mál þriðju og síðustu umræðu. Meirihlutinn hefur nú kvartað mikið yfir því að hér hafi verið stundað málþóf og tafaleikir en höfum í huga að í fyrstu umræðu ræðutíminn takmarkaður. Í annar umræðu það ekki og öll stóru málin eiga eftir að koma til annar umræðu. Veiðigjaldamálið, það eru leigubílar, það Airbnb, búvörulög, bókun 35 og svo mætti lengi telja. Skoðum aðeins þingsályktanir. Þær þurfa að fara gegnum 2 umræður og af þeim 68 sem hafa verið lagðar fram hafa 8 verið samþykktar. 33 bíða umræðu, 26 eru komnar í nefnd og aðeins 1 bíður síðari umræðu. Þannig að maður þarf ekki að vera mikill vísindamaður til að sjá að þetta mun aldrei nást á þeim tíma sem markaður í áætluninni. Og það kannski viðeigandi að fyrsti klukkutíminn á störfum þingsins í dag fór að rífast dagskrá þingsins. Dómsmálaráðherra sagði í viðtölum helgina að það væri aðallega Sjálfstæðisflokki og Miðflokki að kenna að hennar mál, útlendingamál, landamæri og svo framvegis, að það væri þeim að kenna að þessi mál var ekki komið til annar umræðu út af bara málþófi og tafaleikjum. Minnihlutinn ætlaði ekki að sætta sig við það. Við skulum sjá umræðuna. Það bara gengur ekki að svara því að saka menn málþóf út í eitt. Það einhverjar skýringar á forgangsröðun stjórnvalda, ríkisstjórnar, hæstvirtar, og þær hafa bara ekki komið fram. Og við verðum þá bara að draga ályktanir að þetta sé einfaldlega ekki í forgangi. Í annarri umræðu, þar hægt að halda uppi málþófi. Ég bið bara ríkisstjórnarflokkana það að benda á það hvar einhvers konar málþóf hafi verið viðhaft þar í annarri umræðu. Við viljum fá að ræða málin, þetta kallast lýðræði en ekki málþóf eða tafaleikir. Og ég hér einfaldlega að benda á það að þegar flokkar eins og Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur hafa í raun eitt erindi á þessu þingi og það að berjast gegn hækkun veiðigjalda, þá sést svo skýrt hver forgangsröðunin Skipta landamærin máli? Nei. Útlendingafrumvarp?
ekki heldur. Ykkar eina erindi hér á þessu þingi sérhagsmunagæsla. Já, þingfundi var frestað hérna ítrekað síðdegis á meðan forystumenn flokkanna sömdu framhaldið og svo fór á endanum að tillaga stjórnarandstöðunnar að taka útlendingamálin fyrr á dagskrá var samþykkt. En hér eru tveir menn sem hafa verið að funda þessi mál. Byrjum bara þér, Guðmundur Ari. Ég meina, þið talið mikið verkstjórn í ríkisstjórninni. Svona þessi staða sem upp í þingi núna, það góð verkstjórn? Já, það allavega stendur ekki á ríkisstjórninni að senda mál inn til þingsins, en auðvitað hérna ákveðið málstofa sem verið að slá reglulega Íslandsmet í lengd umræðu og það kannski svolítið innsýn inn í hvernig síðasta stjórn stýrði, hversu það reynt að láta mál daga uppi í þinginu, en okkar metnaður að sjálfsögðu að klára þau framfara mál sem við höfum lagt hér fram. Bergþór, þið verður nú að taka hluta sökinu á ykkur, þið hafa verið ansi málglaðir í fyrstu umræðum. Nei, það nú takmörk á umræðu í fyrstu umræðu, þannig að það nú einhver reynsluleysi að vísa til málþófs þar. En þema dagsins var auðvitað hjálpum dómsmálaráðherra í þágu öryggis borgaranna og það mjög ánægjulegt að sú niðurstaða orðið að þessi 2 mál dómsmálaráðherra sem hafa verið aftast á dagskráni alveg síðan þau komist á dagskrá yfir höfuð, rúmum mánuð eftir að þau voru afgreidd úr nefnd, séu núna komið til umræðu og verði vonandi kláruð í gegnum aðra umræðu hér á eftir. Yfir 100 mál eftir, ætlið að funda langt fram á sumar, jafnvel fram í ágúst. Maður bindur náttúrulega vonir við það líkt eins og gerist í dag að með samtalinu sé nú hægt að ýta málum áfram og það muni halda áfram. En við höfum svo lítið annað í stöðunni heldur en bara lengja fundi og halda fleiri fundi, en það markmiðið að klára þessi framfaramál fyrir þjóðina. Sérðu fyrir langting? Ég vona það, ég alltaf hrifinn af löngum fundum og langri dagskrá, en ég held að ef ég mætti nú veita ríkisstjórninni ráð, þá væri það nú að byrja að gresja þennan skó sem þau hafa fyrir fram að sér varðandi öll þau mál sem augljóslega mun ekki klárast, í stað þess að verja þingsins í að ræða mál sem kom aftur til umræðu í haust. Já, Bergþór hefur á löngum fundum og hann getur glaðst í kvöld, það verður að funda hérna langt fram á kvöld, en það bar einnig til tíðindi í dag að Ásthildur Lóa Þórsdóttir sneri aftur til þingstarfa en hún hefur ekki verið á þingi síðan 20. mars þegar hún sagði af sig sem mennta- og barnamálaráðherra. Við óskuðum nú eftir viðtali við Ásthildur Lóu núna í dag en hún sagðist ekki ætla að tala við fréttastofu RÚV, en við segjum þetta gott af Alþingi í bili. Takk fyrir það, Magnús Geir Jónsson á Alþingi við Austurvöll. Við förum til útlanda. Bandaríkjaforseti segir forseta Rússlands orðinn kolbrjálaðan. Rússar gerðu í nótt sínar umfangsmestu drónaárásir á Úkraínu frá því stríðið þar hófst. These attacks on Kiev are totally appalling. Rússar notuðu 355 dróna og 9 eldflaugar í árásum víða Úkraínu, þar á meðal Kiev. 13 voru drepnir í þessum árásum þó að loftvarnakerfi hafi skotið flesta drónana niður. Ми прокинулися з дитиною від того, що був великий вибух. Дитина спала біля мене. Я її пригорнула до себе. На той момент уже вилетіли вікна. У будинку ні одного цілого вікна нема, ні дверей. Дах повністю на будинку. Дуже важко, прикро. Переможемо. Вистоїмо, переможемо. It is clear that Russia has increased its pressure on Ukraine. Donald Trump bandaríkjaforseta virðist nóg boðið. Hann segir í færslu á Truth Social í gærkvöld að Putin, Rússlandsforseti, sé orðinn kolbrjálaður. Hann drepi fólk að óþörfu, ekki aðeins hermenn. Trump segist íhuga alvarlega viðskiptaþvinganir á Rússa vegna gerða Putins. I don't know what's wrong with him. What the hell happened to him, right? He's killing a lot of people. I'm not happy about that. Kanslari Þýskalands tilkynnti í dag að nú væru engin takmörk fyrir hversu langdræg vopn Úkraínumenn gætu notað í stríðinu. Það ætti við allar þjóðir sem útveguðu Úkraínu vopn, líka Bandaríkin. Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift. Das konnte sie bis vor einiger Zeit nicht. Lögmaður kólumbísks drengs sem vísa á úr landi segir að allt verið reynt til þess að koma í veg fyrir brottvísun. Boðað var til mótmæla við Alþingishúsið á Austurvelli í dag. Óskar á heima hér! Á annað 100 mótmæltu að vísa eigi Óskar Anders Bocanegra Flores, 17 ára dreng, úr landi í júní. Kærunefnd útlendingamála staðfesti fyrir helgi ákvörðun Útlendingastofnunar að ekki yrði fjallað nýja umsókn hans alþjóðlega vernd. Þetta galin ákvörðun, ósiðleg og óskiljanleg og það verður bara að koma í veg fyrir þetta ef okkar embættismannakerfi gerir það ekki.
Mér bara skil ekki af hvernig hann fær ekki að vera hérna hjá þessu fólki í Hafnarfirði sem hann vill taka hann að sér. Það ekki eins og ríkið sé að fara að borga fyrir hann. Útlendingastofnun sendi í dag frá sér tilkynningu þar sem ákvörðunin var varin. Þar kom meðal annars fram að í heimalandi sínu ætti Óskar foreldra. Hvorki íslensk né kólumbísk barnaverndaryfirvöld hefðu svipt þá forsjá. Þá var ekki talið að Óskar uppfyllti skilyrði fyrir dvalarleyfi á grundvelli mannúðar. Ég bara var mjög miður mín yfir þeirri gaslýsingu sem Útlendingastofnun sendi. Að tala að hann eigi foreldra í Kólumbíu þegar stjórnvöld, íslensk og kólumbísk, sem hafa verið að rannsaka málið, hafa komist að þeirri niðurstöðu að svo ekki. Helga segir að beiðni frestun á brottvísuninni verði senda á næstu dögum. Íslenska ríkinu verði síðan stemt fyrir dómstóla. Það verður allt reynt til þess að honum verði ekki skolað á göturnar í Bogotá. Stórir varðturnar hafa verið reistir við vinsæla ferðamannastaði í borginni til að bregðast við auknum vasaþjófnaði. Mörgum finnast turnarnir stinga í stúf. Varðturnarnir eru fyrst og fremst til að upplýsa vasaþjófnað. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fengið 18 tilkynningar slíkt í apríl og maí, en á sama tímabili í fyrra voru þær aðeins 5. Þannig við erum að bregðast við því með því að setja upp myndavélar þar sem við höfum ekki myndavélar. Af hverju eru ekki hefðbundnar eftirlitsmyndavélar hér? Það bara ekki komið. Það í bígerð veit ég, en ég hef ekki svarað við því af hverju það ekki komið. Turnin leigður af vörn, en hvorki lögreglan né fyrirtækið vill gefa upp verðið. Myndefnið geymist í 25 daga að sögn Guðmundar Péturs, sem svipað og úr öðrum öryggismyndavélum lögreglunar í borginni. Að mestu leyti eru erlendir glæpahópar að verki og við höfum náð nokkrum við þessa iðju eða sérstaklega gegnum myndavélar. Og í ansi mörgum þeirra þá hverfur veski úr bakpoka eða hliðartösku og þá oft verið að tala 400 evrur upp í 1000 evrur og 3000 dollara jafnvel í einu málinu og svo kreditkortinn og ferðaskilríki og það bara búið eyðileggja ferðalagi hjá þessu fólki. 1000 evrur eru 150.000 krónur íslenskar og 3.000 dollarar eru 380.000. Flestir eru sammála að varðturnarnir séu ekki mikið augnayndi. Ég bara trúi ekki að við getum ekki gert betur þetta. Með alla hönnuði sem á Íslandi í dag þá þetta hryllingur. Þetta mikið lítið hérna á þessari fallegu götu. Mér finnst hann afskaplega ljótur, ég segi alveg sér. En frábært samt að vera með svona vörn í bænum, en það hægt að gera þetta kannski töluvert fallegra. Við skiljum svo sem vel að fólk vilji hugsa öryggi almennings, en það hefði til dæmis mátt útfæra þetta betur, setja einhverja fallega lista hérna á hliðarnar á þessum turni í staðinn fyrir þennan ljóta miða og gaddavir. Nú hafa einhverju bent á að þetta sé ekki beint prýði. Hvað finnst þér? Ég tek nú alveg undir það og ef að það kemur upp krafa að fegra þetta eitthvað þá bara bregðstu við því. Áform eru uppi að takmarka aðgengi að Heiðmörk vegna vatnsverndarsjónarmiða. Skógræktarfélag Reykjavíkur blés til fræðslugöngu í kvöld þar sem gengið að þeim svæðum í Heiðmörk sem fyrirhugað að girða af og loka. Nú Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður, í göngunni. Já, Jóhanna, við hlupum hérna aðeins á undan til þess að ná manneskinu sem veit hvað mest þetta. Það hún Björt. Hvað afleiðingar hefur þetta fyrir svæðið ef að þetta gengur í gegn? Þetta hefur gríðar stórar afleiðingar og miklar. Áformin eru hér uppi að loka hérna 34 hekturum sem eitthvað á við 50 Laugardalsvelli. Loka á útivist loka á ríkisringinn sem fer hérna í gegn, loka á fjölmargar aðrar leiðir og það að fólk sé hér að njóta náttúrunnar í Heiðmörk. Og þetta auðvitað gert heyri maður í nafni vatnsverndar en okkur í Skógræktarfélagi Reykjavíkur finnst að skjóta mjög skokku við og því að hér verið að vernda ekki gott vatn sem að áformað var þegar hér var fyrst tekið vatn að ætti að loka þessum brunnsvæðum eftir 70 ár og sá tími löngu liðinn. Og við höfum lagt til eftir að sérfræðingar okkar sem við réðum til verksins frá Ísor og frá Eflu báðum þá að kanna þessi mál til þess að einmitt að halda í vatnsvernd í Heiðmörk og þeir auðvitað leggja til að þessi áform þeim sé haldið áfram
eins og lagt var upp með til að byrja með og vatnsverndarsvæði fært hér mun ofar, til dæmis í Vatnsverndarkrika og það ótrúlegt að Veitur vilja ekki gera það. Já. Takk fyrir þetta og við kveðum bara hérna úr náttúruparadísinni í Heiðmörk. Takk fyrir það, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir og Björt Ólafsdóttir. Í hópi 30 sumarlandvarða í þjóðgarðinum á Þingvöllum hefur einn nokkuð sérstakan bakgrunn. Fyrrverandi vinnustaður hans var á Bessastöðum og hann segir þá starfsreynslu nýtast vel í landvörslunni. Við höfum fengið marga góða sumarstarfsmenn, en það einn af þeim sem nú sínu þekktastur núna í sumar. Ég landvörður í hlutastarfi með einvala liði og finnst mjög gaman að geta verið hérna úti við og lagt mitt af verkum við að segja sögu Þingvalla og taka á móti fólki hérna. Guðni lét af embætti forseta Íslands 1. ágúst í fyrra eftir 8 ára forsetatíð. En landvörslan ekki hans eina starf því hann gegnir líka stöðu prófessors í sagnfræði við Háskóla Íslands og vinnudagur landvarða hefst snemma. Að morgni til, árdags í ljóma og opnum staðinn. Svo felst þetta í því að vera innandyra við þjónustuborðið og svara spurningum og leiðsegja fólki. Verkefni landvarða eru fjölbreytt. Salirnir þrífa sig ekki sjálf. Ert þú að þrífa klósett? Já, það bara þarf að gangi í það að kvöldi dags. Það okkur mikill heiður og sómi að hafa hann og hann bara hörkuduglegur. Þannig að þú mælir með því að ráða fyrrverandi forseta? Já, ég held að það sé alveg hægt að reikna við þannig starfskröftum til ýmissa starfa eftir að þeirra embættistíð lýkur. Og Guðni segir leituna fallegra og meira gefandi vinnuumhverfi. Það náttúran og jarðfræðin og svo sagan í öllu sínu veldi. Sumarstarfsmaðurinn hefur vakið allnokkra athygli. Það kemur fyrir hér að íslenski leiðsögumenn ágætir hafa orð á því við ferðalangana að utan að hér sé fyrirverandi forsetaferð og þá oftar en ekki gefur fólk sig að tala við mig og kastar á mig kveðju og segir að landið sé fagurt og frítt og ég kann bara vel að meta það og svo kannski fylgir ein sjálfa í kjölfarið eða eitthvað slíkt og bara gaman að því. Landið fagurt og frítt, fannhvítir jöklana tindar. Himinin heiður og blár. Guðni segist að fengi hugmyndin í fyrrasumar þegar þeir Einar þjóðgarðsvörður ræddu hvað tæki við hjá Guðna eftir forsetatíð. Hann gaukaði því að mér að ég var alltaf velkomin hérna. Svo einhvern veginn þróast það bara yfir það, hann formlega bara sótt í vetur. Er forsetaembættið góður undirbúningur fyrir starf landvarðar á Þingvöllum? Já, gott ef ekki. Baldvin, þið ætlaði að fjalla áfram deilurnar í sósíalistaflokknum, ekki satt? Jú, ég ætla að fá til mín Sönnu Magdalenu sem að ég eiginlega hættu öllum svona innri trúnaðarstörfum fyrir flokkin, ætlar samt að halda áfram sem borgarfulltrúi og spurningin bara hvað það þýðir fyrir framtíðina til að mynda hvort hann ætla að bjóða sig fram eftir ár í sveitarstjórnarkosningum fyrir sósíalista, þannig að það svona ýmislegt að ræða. Svo ætlum við reynda líka að skoða aðeins vörur frá Temu og Shein. Þar hafði þetta verið mikið til umræðu og hver veit nema við bregðum sér undir okkur betri hjólunum í lok þáttar og kíkjum aðeins á BMX Bros. Við sem ekki Kastljósi, takk fyrir þetta Baldvin. Þá það veðrið, það loftþrýstingur sem fremur lágur næstu daga og verður lægðardrag liggja yfir landinu fram að helgi. Veður verður þó lengst af stillt og það má búast við lítilsháttar úrkoma á köflum og það á við allt landið. Hitatölu verða á mestu á bilinu 6-12 stig, nánar veðrið að loknum íþróttum. Í dag hófst Evrópumótið í áhaldafimleikum. Þær Hildur Maja Guðmundsdóttir og Telma Aðalsteinsdóttir áttu fínan dag í Leipzig. Bandaríkin þurfti að bíða í 65 ár eftir sínu 3. heimsmeistaragulli í íshokkí. Liðið mætti Sviss í úrslitaleiknum í Stokkhólmi í gær. Við kíkjum á bestu deild karla og á Hlíðarenda þar sem Valskonur geta orðið Íslandsmeistarar í handbolta í kvöld. Í íþróttum hér handan við hornið. Og það var helst í þessum fréttatíma. Umdeild mannúðarsamtök með tengsli Ísrael hyggja enn á dreifingu nauðsynja á Gaza þrátt fyrir harða gagnrýni. Ísraels drap minnst 54 í árásum í nótt. Alþingi á eftir að afgreiða vel á annað 100 mál fyrir þinglok, meirihlutinn hefur kvartað undan málþófi. Rússar gerðu í nótt umfangsmestu dróna árásir sínar á Úkraínu frá því stríðið þar hófst. Bandaríkjaforseti segir Pútín kolbrjálaðan.
Og Guðni T. Jóhannesson fyrrverandi forseti Íslands inn í landvörslu á Þingvöllum í sumar. Hann segir fyrri störf nýtast vel. Þessum fréttatíma að ljúka. Það eru næst fréttatímar hjá okkur í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá. Verið sæl að sinni. Á RÚV í kvöld. Lítil stórvirki, Big Little Journeys, náttúrulífsþættir frá BBC smávaxin dýr sem takast á við stórar áskoranir.